Góðan daginn öll sömul, gott að sjá okkur öll hér í dag. Það bjóða ykkur velkomin í kirkjunni og þakka fyrir það að þið hafi tekið ykkur tíma til þess að koma inn til þess að tilbiðja Guð. Og við ætlum að byrja með því að lúta höfði í bæn, skulum lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, við þökkum þig fyrir þennan hvíldardag. Við þökkum þig fyrir þína blessani og biðum að við megum lyfta upp þitt nafn í dag, að heiðra þig og að tilbiðja þig og réttum máta. Og við biðum þína blessanu fyrir okkur hér í dag í Jesú nafni. Amen. Við skulum svo fara yfir í það að syngja sálmur sem heitir Það er sól í sálu mín í dag. Og það er gaman að sjá að það er líka sól úti í dag, smá. Þannig að við skulum syngja 301 frá sálmubókunni Það er sól í sálu mín í dag. Já, það er yndislegt að syngja sólin sem á að birtast innan í okkur og lýsa fram. Skulum gera það við hvern einasta okkur að skína fram til allra aðra í kringum okkur. En við ætlum að halda áfram með að syngja. Við ætlum að syngja frá sálmabókunum aftur 343. Ég elska þig, Jesú. Ég elska þig, Jesú. Oscar
Við skulum risa á fætur meðan ég að lesa ritningaversið. Við skulum lesa frá Lúkasi Guðspjallir, 8. kafla. Fjörtugasta og þriðja versið til 49. versið. Og það hljómar svo. Þegar Jesús var á leiðinni, þrengdi mannfjöldinn að honum. Þar var kona sem hefði haft blóðlát í 12 ár. Hún hefði leitað lækna og varið til aðleigu sína, en enginn getað læknað hana. Hún kom að baki honum og snart falt klæði hans og jafnskjótt stöðvaðist blóðlát hennar. Og Jesús sagði, hver var það sem snart mig? En allir synjuðu fyrir það, sagði Pétur, meistari, mannfjöldur treðst að þér og þrýstir á. En Jesús sagði, einhver snart mig, því ég fann að kraftur fór út frá mér. En þegar konan sá að hún fekk eigi dulist, kom hún skjálfandi, féll til fóta honum og skýrði frá því í áheyrn alls liðsins. Hvers vegna hún snart hann og hvernig hún hefði jafnskjótt læknast. Hann sagði þá við hana, dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði. Við skulum lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, megi það vera trú okkar að við treystum þér fullkomlega. Við lofum þig fyrir þessar sögur í Biblíunni sem getur hjálpa okkur til þess að öðlast betra og meira trú. Ég biðjum þína varðveislu og þína leiðni í lífi okkar og biðjum að þín heila anda megi tala til okkur og vera með okkur. Í Jesú nafni. Amen. Við skulum halda áfram með að syngja og við skulum syngja sálm á 227 að fullu og öllu. Þá skulum við taka upp gjafir og gjafirna rennur í dag til safnaðarsjóðs og það kemur hérna upp reikningar sem þið kennitala og sem þið getið lagt inn ef þið viljið í stöðin fyrir að setja pening í púk hérna inni, þá er það möguleiki.
Skulum lúta höfði í bæn. Kæri Faðir, við þökkum fyrir þessa gjafir og bið hvort að þú vil blessa þeim og þeim eigi að vera til góðs fyrir aðrir og við þökkum þig fyrir það, Guð, að við getum gefið í Jesú nafni. Amen. Jæja, þá komið að börnin. Við skulum fyrst syngja, en þið megi alveg byrja að koma hérna upp á fremstu sæti og setjast ykkur. En við skulum syngja 315 og Ó Faðir, gjör mig lítið ljós. Þannig að endilega taka vel undir. Yndislegt að sjá ykkur krakkarna komin hérna fram og Dóvíli, hún ætla nú að hafa hérna barnasaga. Gjör svo vel, Dóvíli. Góðan daginn, krakkar. Hola, buenos días, niños. Stærsti krakki. Hvað segir gott í dag? ¿Qué me cuentan el día de hoy? Hvernig var vikan hjá ykkur? ¿Cómo estuvo la semana? How was the week? Var hún góð? Estuvo Skemmtileg? bien, divertida, it was good. Gott. Mér langar að spyrja ykkur, var ykkur einhvern tímann boðið á brúðkaup? Quiero preguntarles una cosa. Una vez les invitaron a una boda. Were you ever invited to a wedding? Salome segir já. Og hvernig var á brúðkaupinu? ¿Cómo estuvo la boda? How was the wedding, Salomea? Hún sagði, var gaman. Já. Sí, estuvo divertido. Did you like it? Já, hún segir já. Í Biblíunni, þar segir að Jesú, móðir hans og lærisveinum var líka boðið á brúðkaup. En la Biblia dice que a Jesús y a sus discípulos y a su madre fueron invitados a una boda. Jesus and his mother and the disciples were invited to a wedding. Þessi Biblía alveg bara að rifna í Já, sundur. við erum með ensku þannig aftast, já, ok. Krakkarnir Sjáið þið. Já. Þarna eru lærisveinar og svo þarna eru svona Mira, aquí hay discípulos. fólk sem gifti sig og fullt af mat og að drekka. Aquí hay gente que se casó, aquí hay comida, bebida. Og þegar allir búin að fagna svolítið lengi,
Y cuando todos habían estado divirtiéndose por un rato, þá mamma Jésu, hún tók eftir se dio cuenta la mamá de Jesús að drykkurinn, svona drykkurinn, hann var búinn. que la bebida de la boda se había acabado. Svo fór hún til Jésu og sagði honum frá þessu. Entonces fue con Jesús y le dijo, Og Jesús bað þjónana y Jesús le pidió a los sirvientes að fylla 6 svona vatsker með vatni. ellos tenían que llevar como 6 refractarios con agua, Sjáðu, o þarna jarrones con agua. eru þeir að gera. Mira, ahí están haciendo eso. Og svo eftir smá stund þá sagði Jesús að þau bara máttu og byrja að gefa fólki meira að drekka. Y luego dijo Jesús, ahora pueden darle una bebida a la gente. Já, og þegar fólkið byrjaði að drekka, þá þetta var ekki vatn lengur. Entonces, cuando la gente empezó a tomar, ya no era agua. Þetta var þessi brúðkaupsdrykkur sem öllum fannst var mjög góður. Se volvió una bebida muy rica de la boda. Og veislustjóri þegar hann smakkaði, Y el que estaba encargado de la fiesta, cuando él probó la bebida, þá sagði hann, vá, þessi miklu betri en hinn sem við byrjuðum í byrjun. él dijo, wow, esto está mucho más rico que la bebida que teníamos antes. Og þetta var fyrsta kraftaverk sem Jesús gerði þegar hann var á jörðinni. Ese fue el primer milagro que Jesús hizo cuando estaba aquí sobre la tierra. Veit einhver ¿Alguien sabe hversu mörg kraftaverk það skrifað í Biblíunni sem Jesús gerði? ¿Saben cuántos milagros hizo Jesús de lo que están escritos en la Biblia? Vitið það? ¿Saben eso? Getur einhver giska? ¿Pueden adivinar? Fullt, já. Muchos. 33, 33. það stendur 37. Dicen que son 37 milagros que hizo. En hvað haldið þið? Gerir Jesús kraftaverk enn í dag? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hace Jesús todavía milagros el día de hoy? Já, ekki bara í Sí. gamla daga, No solamente en la antigüedad, sem betur fer. En það þrennt que son 3 cosas sem við þurfum að gera que tenemos que hacer fyrir kraftaverkið að vera til. para que se haga el milagro. Við þurfum að biðja, Tenemos que orar, við þurfum að trúa tenemos que tener fe og við þurfum að þakka. y tenemos que dar las gracias. Var skemmtileg saga. ¿Les gustó la historia? Við gleymum ekki þegar eitthvað að gerast í lífi okkar No hay que olvidarnos cuando algo está pasando en nuestra vida og við vitum ekki hvað þurfum við að gera, y no sabemos qué es lo que podríamos hacer. þá bara það sem við þurfum að gera að biðja Jesum kraftaverk. Lo que tenemos que hacer es pedirle a Jesús un milagro. Trúa á að hann geri kraftaverk Creer que Él puede hacer milagros og aldrei gleyma að þakka honum. y nunca olvidarnos de darle gracias. Takk fyrir að hlusta, krakkar. Gracias por escuchar, niños. Takk þú Vili fyrir barnasöguna og takk krakka fyrir það að þið voru svona stiltir og góðir. Gracias, niños, por haber sido tan buenos escuchando. Nú ætlum við að bjóða hérna upp Adrian til þess að koma að predika fyrir okkur. Gjörðu svo vel, Adrian. Gracias. Buenos días Góðan daginn. y feliz sábado. Gleðilegan hvíldardag. ¿Cómo estuvo la semana? Hvernig var vikan? ¿Buena? Var hún góð? Qué bueno, qué bueno. Það gott. Hablando de milagros, Ef við förum að tala kraftaverk, ¿creen en los milagros? trúið þið á kraftaverk?
¿Cuántos de los que están aquí creen en los milagros? Má við sjá hendur þeirra sem trúa kraftaverk? Ups, casi todos, ¿no? Já, næstum því allir. Qué bueno. Það Y gott. anoche me decía Dovile de los milagros Í gærkvöldi var Dóvilja að tala við mig kraftaverk y hablábamos de la cantidad de milagros que están registrados en el Nuevo Testamento de og Jesús. þá vorum við að tala hversu mörg kraftaverk væru skráð sem að Jesús gerði í Nýja testamentinu. Y hablábamos precisamente de eso y una de los niños contestó 33. Og við vorum einmitt að tala þetta og þá svaraði eitt af börnunum okkar 33. Y a fin de cuentas son 37. En svo eru þau í rauninni 37. ¿Les ha pasado que escuchan de un milagro Hefur það gerst fyrir ykkur að þið heyrið eitthvað kraftaverk que para algunos es un milagro, pero para mí no, o para algunos að þá no? finnst einhverjum þetta að vera kraftaverk og hinum finnst það ekki að vera kraftaverk? ¿Les ha pasado? Hefur þetta gerst fyrir ykkur? Y más o menos algo así pasa en la Biblia. En la Biblia hay Og þetta eitthvað sem gerðist líka í Biblíunni. 37 milagros registrados de Jesús, Þessi 37 kraftaverk sem voru skráð niður sem Jesús framkvæmdi, pero algunos dicen que son 33 en sumir segja þau séu bara 33 y algunos dicen que son 36. og sumir segja þau séu 37. Y la razón es porque algunos de los milagros, Og ástæðan fyrir því að sum af þessum kraftaverkum, como por ejemplo til dæmis cuando Jesús manda a uno de sus apóstoles a sacar una moneda de la boca de un pez, þegar Jesús sendir lærisveinana sína að ná í pening úr munn fisks, algunos consideran que ese no es un milagro, que no hizo un milagro a alguien. og þarna segja sumir að þetta hafi ekki verið kraftaverk. O cuando seca el trigo, el árbol de higos. Eða þegar að Jesús tekur á trénu og það þornar upp. Entonces, por eso algunos dicen 33, 36 o 37. Og þess vegna segja sumir 33, sumir 36, 37. Pero eso nos dice Þetta segir okkur que muchas veces lo que para nosotros es impresionante, að fyrir okkur sem okkur finnst kannski eitthvað ótrúlegt, una obra impresionante de Dios en nuestra vida, eitthvað stórkostlegt starf sem að Guð hefur framkvæmt í okkar lífi, para algunos podría no serlo tanto. að þá getur fyrir okkur öðrum ekki vera neitt sérstakt. Ahora, lo interesante de estos milagros, Það áhugaverða við þessi kraftaverk það ¿sabían que más o menos entre el 65 y 70%, 60, 65 y 70% já, á milli 65-70% de estos milagros son anónimos? af þessum kraftaverkum þá þau nafnlaus, ónafngreind. Y es interesante, ¿no? Það athyglisvert. Hay algunos milagros que sabemos que pues, a la suegra de Pedro la sanó, Við vitum að hann til dæmis læknaði tengdamóður Péturs. a Lázaro lo resucitó, sabemos quiénes son. Hann reisti upp Lazarus, við þekkjum þetta fólk. Pero la gran mayoría de los milagros son anónimos. En flest af þeim kraftaverkum sem hann framkvæmdi hefur ekki verið sagt frá. ¿Por qué será? ¿Por qué Af hverju- piensan que esto podría ser? Sí. Akkur ætli það sé? Yo sé que puede haber muchas respuestas. Ég veit að getur verið mörg svör við þessu. ¿Alguna idea de por qué? Eru þið með Yo les voy einhverja- a sugerir una, obviamente. eru þið með einhverja hugmynd af hverju þetta svona? Ég ætla að koma með eina hugmynd sem ég held. Me parecería que la Biblia deliberadamente deja esos espacios en blanco Biblían, hún með þarna bara auð blöð varandi þetta. han llenado formularios, ¿verdad? Þið hafið fyllt út eyðublaðið, ekki? Y donde dice nombre, Það sem stendur nafn, ¿qué dice? hvað stendur? Nada, ¿no? Það stendur ekki neitt. Está en blanco para que tú pongas tu nombre. Það svo að við getum fyllt út nafnið okkar inn í þennan auða dálk. Y es interesante pensar que cuando vemos estos milagros, Það áhugavert að þegar við sjáum þessi kraftaverk,
no solo Dios nos incita a ilusionarnos, a emocionarnos, a pensar que eso es posible, Að þarna býður Guð okkur að finnast þetta ótrúlegt og frábært, sino nos da la oportunidad de poner nuestro nombre ahí. en þarna gefur hann okkur líka tækifæri til að setja nafnið okkar þarna inn. Y se vuelve algo más personal, se vuelve una posibilidad más real. Og þá verður þetta kraftaverk ennþá raunverulegra fyrir okkur. ¿No es así? Það ekki rétt? Ahora vamos a estudiar, vamos a leer Við skulum lesa 3 milagros de Jesús 3 kraftaverk Jesú. y vamos a orar antes de que empecemos. Við skulum byrja á því að biðja saman áður en við byrjum. Yo voy a orar aquí por el sermón y ustedes ahí oren por mí. Ég ætla að biðja ykkur að biðja fyrir mér og ég ætla að biðja fyrir ræðinni. Querido Padre Celestial, Kæri Faðir á himnum, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. við þökkum þér mikið fyrir nærveru þína hér í dag. Y Señor, queremos pedirte que estés aquí con nosotros, Við viljum biðja þig að vera hér mitt á meðal okkar, que mandes a tu Santo Espíritu a estar alrededor de nosotros, að þú sendir heilagan anda þinn til að vera hér mitt á meðal okkar. a inspirarnos, Viltu gefa okkur innblástur? a convencernos. Viltu sannfæra okkur? Y Señor, en mi mente todo suena muy bello, Í huga mínum hljómar allt mjög vel, pero te pido, Señor, de todo corazón que me des la oportunidad de transmitirlo, en ég bið þig af öllu hjarta að þú meðir hjálpa mér að koma þessu áleiðis, que me des las palabras gefðu mér orðin que tú quieras que cada uno de los que están aquí escuchen. og gefðu að það nái til hvers og eins okkar hér inni sem eru að hlusta. Te lo pedimos y te agradecemos todo Við biðjum og þakkum þér en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. í nafni Jesú Krists. Amén. Amen. Ok. ¿A cuántos de ustedes les ha ocurrido un milagro? Dios ha obrado un milagro en ustedes. Hvenær hefur þið séð kraftaverk eiga sér stað í ykkar lífi sem Guð hefur framkvæmt? Amén. ¿Solo a uno? Bara einn, ég. ¿También tú? Bueno, más, varios. Það eru margir sem hafa séð kraftaverk í sínu lífi. ¿Hay alguno de ustedes Einhver af que ykkur, pueda recordar un milagro, un testimonio man einhver ykkar eftir einhverju kraftaverki chiquitito que nos pueda compartir, que se atreva a compartirnoslo en un minuto? sem treysti sig til að segja frá því núna í kannski svona nokkra mínútur? ¿Así? Já, Víctor, Vítor. Kraftaverk lífsins alla daga. el milagro de la vida de todos los días. Amén. Já, mjög gott. Hermana, Systir Jalitza. Tuve cáncer por 21 años, cáncer de médula ósea y cáncer de los huesos. Ég var með krabbaminn í beinunum Llegué aquí a Islandia en cuestión de 2 meses. og ég kom, Me hicieron una serie de exámenes. já, ég fór og Determinaron que ya el cáncer había desaparecido de mi cuerpo. amén. Inmediatamente cuando el médico me hizo saber eso, yo le dije a él que si creía en Dios, que esto era un acto divino de Dios, de misericordia de Dios, porque esta enfermedad llamada mieloma múltiple, como médico usted lo sabe, que no tiene cura, que va degenerando hasta que la persona muere. Y si Dios me dio otra oportunidad es para amarle, quererle, pero crea que fue producto de Dios. Amén, wow. já, hún var að segja ykkur frá því að hún fekk sérstætt krabbaminn sem er í beinunum sem heitir myeloma, multiple myeloma og það er ólæknandi sjúkdómur í beinum og hún var með hann í 20 ár og svo kemur hún hérna til Íslands og fer til læknis og þeir segja að hún sé læknuð og hún gaf þann vitnisburð til læknarna að hún tryði á Guð og tryði því að þetta hafi verið kraftaverk. Amén. Amen. Wow. Qué impresión. Dásamlegt. Muchas gracias, hermana, por compartir. Takk fyrir systir. Sí se dan cuenta lo impactante que es Sjáu þið hvað það hefur mikil áhrif escuchar að hlusta á y entender lo que Dios puede hacer. og skilja það sem Guð getur gert. Es impresionante. Þetta er mjög sterkt. Es más, simplemente estoy anonadado ahorita con lo que escuché de la hermana. Gracias. Mér finnst Gracias a þetta Dios. ótrúlegt það sem hún var að deila hérna með okkur.
muchas gracias a Dios. Ahora, vamos a leer Vi skulum lesa núna saman Juan 8, 3 Jóhannes al 8, 11. 3-11. Y 8, 3-11. no sé cómo le convenga más a Linda hacerlo. ¿Lo leo y luego lo lees tú? No, yo creo que uno por uno, ¿no? Uno por uno, ok. Já. Voy a leer uno por uno y ella va a ir leyendo en islandés. Já, hann ætlar að lesa eitt vers í einu og ég þýði. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, Fariseir og fræðimenn koma með konu, staðna að hórdómi, létu hana standa mitt á meðal þeirra le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. og sögðu við hann, meistari, kona þessi var staðan að verki þar sem hún var að drýja hór. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Móse bauð oss í lögmálinu að grýta slíkar konur. Hvað segir þú nú? Decían esto probándole para tener que acusarle, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Þetta sögðu þeir til að reyna hann, svo að þeir hefðu eitthvað að ákjara hann fyrir. En Jesús laut niður og skrifaði með fingrunum á jörðina. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Og þegar þeir héldu áfram að spyrja hann, rétti hann sig upp og sagði við þá, sáu þær sem syndlaus kasti fyrstur steini á hana. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Og aftur laut hann niður og skrifaði á jörðina. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Þegar þeir heyrðu þetta fóru þeir burt, einn af öðrum, öldungarnir fyrst, og Jesús var einn eftir og konan stóð í sömu sporum. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Hann rétti sig upp og sagði við hana, kona, hvað varð af þeim? Sakveldi enginn þig? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más. En hún sagði, enginn herra. Jesús mælti, ég sakveldi þig ekki heldur. Far þú, synga ekki framar. ¿Habían oído la historia? Hafið þið heyrt þessa sögu áður? Se hicieron una imagen en su mente de la situación. Voruð þið búin að ímynda ykkur hvernig þetta var að eiga sér stað? Esta mujer, Þessi kona, es interesante que dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. já, þeir sögðu í versi, hvað? 4. 4. Já, þeir segja, kona þessi var staðin að verki þar sem hún var að drýja hór. ¿Cómo? No lo entiendo, cómo es que fue sorprendida en el acto mismo. Ég veit ekki alveg hvernig hún var staðin að verki, Pero ellos estaban muy seguros de la situación en þeir voru mjög vissir í sinni sök. y el juicio ya ya había hecho un juicio, ella merecía morir. Það hafði verið gerður dómur og þessi dómur sagði að hún ætti að deyja. Ahora, ¿alguien sabe quién era esta mujer? Veit einhver hvaða kona þetta var? No sabemos quién era. Nei, við vitum ekki hver þetta var. No sabemos quién era esta mujer. Vamos a leer ahora Juan 5, del 2 al 9. Nú skulum við fara í Jóhannes 5, que versículo? Juan 5, del 2 al 9. Vers 2 til 9. Juan 5, del 2 al 9. Y esto está muy bonito también. Og þetta líka mjög falleg frásögn. Y hay junto a la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo se llama
Bethesda, y que tiene 5 pórticos. Við sauðahliðið í Jerúsalem laug sem kallast á hebresku Bethesda. Þar eru 5 súlnagöng. Métanse en la historia, imagínense la historia, métanse conforme vamos leyendo. Og þarna ættum við að reyna að ímynda okkur að vera þarna komin á staðinn. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Í þeim lá fjöldi sjúkra manna, blindra, haltra og lamaðra sem biðu hræringar vatnsins. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. En engil drottins fór öðru hverju niður í laugina og hrærði vatnið. Sá sem fyrstu fór ofan í eftir hræring vatsins var heill hvaða sjúkdómur sem þjáði hann. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Þarna var maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús sá hann þar sem hann lá og vissi að hann hefði lengi verið sjúkur. Hann segi við mannin, viltu verða heill? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Hinn sjúki svaraði honum, Herra, ég hef engan til að láta mig í laugina þegar vatnið hrærist, og meðan ég að komast, fer annar ofan í á undan mér. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Jesús segi við hann, stattu upp, tak rekkju þína og gakk. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Jafn skjótt var maðurinn heill, tók rekkju sína og gekk, en þessi dagur var hvíldardagur. Es interesante también que más adelante en el versículo 14 Það áhugavert að við förum aðeins lengra og lesum í 14. versi. Le dice lo mismo que a la mujer adúltera, vete y no peques más. Og þar segir hann það sama og við hórkonuna, far þú, syndga ekki framar. Y ahora, para terminar de leer, vamos a leer Lucas 8, 43 al 39, que lo leímos hace un ratito. Lukas 8, 43 al 39. já, þannig Lukas 8. kapla 43-48. Lucas 8, 43. Ok. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, Þar var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði leitað lækna og varað til aleigu sinni, en enginn geta lækna hana. se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de su sangre. Hún kom að baki honum og snart fald klæða hans og jafn skjótt stöðvaðist blóðlát hennar. Y Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Jesús, já. Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que estaban con él, Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Jesús sagði, hver var það sem snart mig? En allir synjuðu fyrir það, sagði Pétur, meistari, mannfjöldin treðst að þér og þrýstir á. Pero Jesús dijo, alguien me tocó porque me di cuenta que de mí había salido poder. En Jesús sagði, einhver snart mig því ég fann að kraftur fór út frá mér. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. En konan sá að hún fékk í dulist, kom hún skjálfandi, fjall til fóta honum og skýrði frá því áherrn alls liðsins, hvers vegna hún snart hann og hvernig hún hafði jafn skjótt læknast. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Hann sagði við hana, dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði. Bueno, leímos 3 milagros. Við lásum nú 3 kraftaverk Y hay algo que tienen en común estos 3 milagros. og það eitthvað sem að þessi 3 kraftaverk eiga sameiginlegt. Una mujer desconocida, Þetta kona sem enginn þekkir, veit ekki hver un hombre desconocido
og einn maður sem var ekki þekktur heldur. y una mujer desconocida otra vez. Já, tvær konur sem voru óþekktur og einn maður. Y creo de todo corazón Og ég trúi því svo sannarlega que la razón para esto es para que podamos nosotros poner nuestro nombre og ég trúi en því lugar de estas personas. að ástæðan fyrir því að þetta er nafnlaust fólk er til þess að við getum sett nafnið okkar þarna inn í staðinn. La mujer fue sorprendida en el acto, no Bueno. sabemos cómo, Konan, hún var staðin að verki, við vitum ekki alveg hvernig, estaba condenada, no había forma de negarlo. La Biblia nos dice que fue sorprendida en el acto. hún var staðin að verki og það var ekki hægt að komast út úr þessum vandræðum sem hún var komin í. Se han dado hoy cuenta más y más Þegar við en los bancos, tiendas, todo, tekið eftir því bæði í bönkum og búðum, meir og meir, qué es lo que ven por todos lados en los techos. hvað sjáu þið yfirleitt þarna upp í loftinu? Cámaras. Svona myndir, myndavélar. ¿Por qué? Af hverju? Para vigilar, para evitar que roben. Til þess að þessi fylgst með að þessi ekki vera að stela. Y si alguien roba, Og ef einhver stelur, tienen la prueba. að þá er einhver sönnunargögn fyrir því. Bueno, la Biblia aquí nos dice que había pruebas de que esta mujer había cometido adulterio. Biblían segir að hér voru sönnunargögn fyrir því að hún hafði framið hórdóm. Por lo cual, Og út af því esas pruebas irrefutables voru þessi sönnunargögn traen como consecuencia que la mujer es condenada a la muerte. olli því að það var hægt að dæma hana til dauða. Y a la muerte a pedradas. O með því að- horrible. Hún yrði grýtt. Y hay dos cosas interesantes, porque nos dice la Biblia que Jesús empieza a escribir en la tierra Og svo þegar Biblían segir frá því að Jesús er að skrifa á jörðina, y muchos teólogos por aquí y por allá nos dicen diferentes cosas que estaba escribiendo Guðfræðingar segja mismunandi frá hvað hann var að skrifa, los nombres de las personas que estaban ahí, nöfnin á fólkinu sem var þarna, pero nosotros, gracias a Dios, sabemos a través del Espíritu de Profecía, en við Número vitum dos. þökk sé Del libro. anda spátamsgáfunar que estaba escribiendo að hann var að skrifa los pecados syndir de las personas que estaban ahí. fólksins sem var þarna. Y es interesante que en el libro El Espíritu de Profecía dice que Ellen White dice que empezó a escribir los pecados de los mayores, de los más viejos, Hann byrjaði að skrifa, Primero. Já, Ellen White segir okkur frá því að hann byrjaði að skrifa fyrst syndir þeirra sem voru hann elstir, eldungarnir, hasta llegar a los más jóvenes. þar til hann kom að þeim allra yngstu. Y es interesante que la Biblia nos dice que quiénes fueron los primeros que se empezaron a ir. Og það er athyglisvert að sjá að Biblían segir okkur, hverju voru þeir sem fóru fyrstir í Lo burtu? dice el texto. Hvað segir textin? Los más viejos. Þeir eldstu. Se fóru empezaron a fyrst. ir los más viejos conforme iban viendo sus pecados Og þegar þeir sáu syndir þeirra skrifaðir í sandinn. hasta los más jóvenes. Og svo fóru hinn kolli og þeir yngstu fóru síðast. Y aquí hay dos lecciones que podemos aprender de esto. Og við getum lært af þessu tvennt. Número uno, cuando empezamos a ver Númer 1, þegar við byrjum að sjá, un poquito más hacia adentro de nosotros, hacia nosotros, byrjum að sjá aðeins inn á við, á okkur sjálfum, vamos teniendo menos tiempo de ver a los demás, a los So- problemas, a los pecados y los problemas de los demás. þá höfum við minni tíma til að velta fyrir okkur syndir annara í kringum okkur. Conforme estas personas que llegaron con un dictamen Þarna komu menn sem að voru nú þegar komnu með dóm, hacia esta mujer, gagvart þessari konu, empezaron a ver hacia adentro de ellos, og svo þegar við byrjuðum að sjá inn á við, dejaron de verla a ella þá hættu þeir að sjá hana y se fueron. og fóru.
Es interesante. Þetta mjög athyglisvert. Y la lección más importante que vemos en este pasaje es En það mikilvægasta sem við getum lært af þessu cuando merecemos la muerte, að þegar við eigum í rauninni skilið dauðadóm, Jesús nos da la vida. Jesús gefur okkur þá lífið. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes han experimentado eso? ¿Cuántos de ustedes tienen la convicción de que merecían la muerte, o que merecen la muerte, pero Jesús les da la vida? Hversu mörg ykkar hafi fundið þessa tilfinninguna að þið hafið rauninni átt skilið að deyja en Jesús hafi gefið ykkur lífið? ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? Hversu mörg ykkar hafi fundið fyrir því? Ahora, para aquellos que no lo han experimentado Þið sem hafið ekki upplifað þetta y que posiblemente sientan eso, og getur verið að þið muni finna fyrir þessu einhvern daginn, en esta mañana puedo decirles þá get ég sagt ykkur í dag que al igual que esta mujer, að eins og þessi kona quien no sabemos quién es, sem við veitum ekki hver ustedes pueden escribir su nombre þið getur skrifað ykkar nafn þarna y tener exactamente la misma experiencia, la misma oportunidad que esta mujer tuvo. og upplifa það sama á hún og fengi það sama tækifæri og hún fekk. Pero tenemos que dejar de... Es interesante, no sé si ustedes notaron que cuando Þetta athyglisvert, ég veit ekki hvort þið tóku eftir því að þegar en el tercer milagro que vimos, að í þriðja kraftaverkunu sem við lásum cuando Jesús dice, ¿quién me tocó? Nadie sabía. þegar Jesús sagði hver snerti mig og það vissi enginn, Nos dice que esta mujer tuvo que venir y ¿qué hizo? og þá var sagt að þessi kona þurfti að koma og hvað gerði hún? Dijo cuál era su problema Hún sagði hvert vandamáli sitt var enfrente de todos. frammi fyrir öllum. Es muy interesante que reconoció su situación. Þetta athyglisvert. Hún kannaðist við vandamáli sitt. Y no le estoy diciendo que tienen que decir sus pecados enfrente de todos, Ég ekki að segja þig að segja syndir ykkar frammi fyrir öllum, más que enfrente de Jesús. Pero nema bara fyrir fram að Jesú. muchas veces En það oft þannig culpamos a medio mundo að það de nuestra auðvelt situación. að bara kenna öðrum okkar aðstæðu sem við erum búin að koma okkur í. Culpamos a nuestros padres, Við kennum foreldrum okkar que fueron muy desgraciados, þeir voru no me mjög dieron atención. harði við mig, gáðu mér ekki nóg mikla athygli. Culpamos a nuestra esposa, a nuestro esposo. Kennum eiginmanni eða eiginkonum, No, es que su carácter, no, es que sus papás. já, foreldrar hans eða hvernig hann var eða hún í skapinu. Y muchas veces culpamos a medio mundo antes de reconocer nuestra culpa. Og áður en að við könnust við að það okkar sök, þá viljum við kenna öðrum. ¿Y qué nos dice el Salmo 51? Hvað segir í Sálmi 51? Al corazón contrito, no lo leamos nada más. Al corazón contrito y humillado, Dios no despreciará. Já, hvaða vers þetta? Salmo 51:1, creo. We don't have to read it, just Já, ok. Þú mig hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni. ok. Y en Primera de Juan, Og ef við förum í fyrsta Jóhannesarbref, 1, también versículo 1. fyrsti kapli, fyrsta vers, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ef við játum para syndir perdonar vorar, nuestros pecados. þá hann trúr og réttlátur til að fyrirgefa okkur syndir okkar. Entonces tenemos en este milagro anónimo Þannig erum við með kraftaverk sem nafnlaus einstaklingur, una mujer que merecía la muerte kona sem hafði unnið til dauðadóms y Jesús le da la vida. og Jesús gefur henni lífið. Y quisiera sugerirles esta mañana Og ég vil mælast til þess hér í dag que el propósito de esta iglesia að tilgangur þessarar kirkju sé es predicar að predika exactamente eso. einmitt þetta. Que aun cuando merecíamos la muerte, Að þó svo að við eigum það skilið að deyja, Jesucristo nos da la vida. þá Jesús Kristus sem gefur okkur lífið.
¿Cuántos pueden decir realmente amén a eso? Hversu mörg ykkar getið sagt virkilega amen við þessu? Já. Ahora, vamos al paralítico de Bethesda, y esto es impresionante. Við skulum fara til lamaðamannsins við Betesda laug. Leyeron la historia, ¿no? Leímos la historia. Við lásum söguna. ¿Cuánto tiempo llevaba el paralítico esperando? Hvað var hann búinn að bíða lengi? ¿Cuánto? 38 años. 38 ár var hann búinn að bíða eftir að fá lækningu. ¿Se dieron cuenta? Tókuð ¿De eftir eso? því? Yo lo que me di cuenta conforme estudiaba y preparaba Það sem ég tók eftir þegar ég var að undirbúa mig, es que sabía yo la respuesta, 38 años, ég vissi svarið 38 ár, pero nunca me había puesto a pensar en ég hafði aldrei hugsað út í það y a dimensionar lo que eso significa. og hugsað út í hvað þetta merkir. 38 años, muchos de aquí tal vez ni siquiera tienen esa edad de vida. 38 ár, það eru margir hér inni sem ekki einu sinni orðnir 38 ára. Es un tiempo impresionante. Þetta afar langur tími. Llevaba 38 años en ese túnel Hann var búinn að vera hann í 38 ár við þessa laug sufriendo. og hann var að þjást. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que llevan 38 años de frustración? Hversu mörg ykkur hafi verið í 38 ár í erfiðleikum sem þið vilja losna við? Yo sé que muchos de ustedes, ¿por qué lo sé? Porque los conozco, porque he platicado con ustedes. Ég veit að ég þekki mörg ykkar og er búin að spjalla við ykkur Están en una situación að de frustración, þið eruð í aðstöðu sem er mjög erfið, igual que este hombre. alveg svo þessi maður. ¿Cuántos años lleva tu frustración? Hvað ert þú búin að vera lengi í þessu erfiðleikum? ¿Un año? Í 1 ár? 2 años, 6 meses. 2 ár? Kannski 6 mánuði? Este hombre llevaba 38 años Þessi maður var búin að vera hann í 38 ár. viviendo en ese túnel, en esa oscuridad. Og hann bjóð þarna við þetta myrkur, við þessa laug. Y seguramente más de una vez Og oft örugglega se preguntó ¿por qué? hefur hann spurt sjálfa sig, af hverju? ¿O por qué a mí? Af hverju ég? Y se imaginan la escena. Él estaba sentado Já, hugsið ykkur, hann kannski setið hana, en un lugar súper concurrido. staður þar sem var mikið fólki að koma og fara. Posiblemente niños corriendo y jugando Börn sem að léku sér þarna mientras esperaban og hljöpu fram og tilbaka með að var að vera að bíða a los papás eftir que estaban foreldrum esperando el milagro de que se moviera el agua. sem biðu kannski eftir kraftaverkinu þegar að vatnið hræriðist. Y él ahí sentado, sin poderse mover, paralítico por 38 años. Og hann situr þarna á þess að geta hreyft sig í 38 ár. Posiblemente parejas Líklegast fólk sem að voru pör, tomadas de la mano, abrazándose, besándose. fólk sem leiddist og faðmaðist og kysstist kannski. Y él nunca tuvo esa oportunidad por su situación, 38 años en ese túnel. Og aldrei hafði hann tækifæri til að gera það í þessi 38 ár. Yo creo que sería muy lógico si el hombre se sintiera frustrado, ¿no? Það mjög skiljanlegt að hann hafi ekki liðið vel. ¿Por qué vegna þess. yo? Af hverju ég? ¿Por qué a mí? Af hverju gerist þetta fyrir mig? Hoy platicábamos en el camino con Dovile de una persona que tuvo un accidente Ég og konu mín vorum að spjalla eitt sem að lenti í slysi y nosotros mismos nos preguntamos ¿por qué? og við spyrjum okkur af hverju. ¿No es así? Það ekki þannig? No tendría nada de malo. Posiblemente a veces pensamos por qué hay tantas situaciones en la vida Það svo margt sem gerist í lífinu. que llevamos años, tal vez meses, Við getum verið mánuðum skiptir eða jafnvel árum skiptir esperando por una solución, por una respuesta de Dios, Pidan- por una respuesta de alguien. bíðandi eftir einhverju svari frá einhverjum eða Guði.
¿Le estoy hablando a alguien que se identifique con esto? Er ég að tala við fólk sem skilur þetta? Amén. Já. ¿Le estoy hablando a alguien que está frustrado, Er ég að tala við einhvern sem að desesperado, í erfiðleikum, örvæntingafullur, confundido? ringlaður? Yo creo que todos, Ég muchos held de að nosotros. Mörg okkar erum þar. ¿No es así? Er það ekki? Y en medio de todo esto Og mitt í öllu þessu, viene la pregunta þá kemur spurningin. de nuestro Señor Jesucristo. Þá kemur svarið frá Jesú Kristi sjálfum. ¿Quieres ser sano? Vilt þú læknast? ¿Hay alguien aquí que quiera ser sano? Er einhver hér inni sem vill verða læknast? ¿Que quiera liberarse de esa tristeza, de esa frustración, de esa desesperación? Sem vill losna við þessa örvæntingu, þessa sorg og þessa erfiðleika? Y cuando vemos todo esto y cuando leemos este pasaje, por lo menos a mí no nos queda más, Og þegar við lesum þetta, þá býður okkur aðeins no nos queda más que darnos cuenta að þá verðum við bara að sjá það de nuestra imposibilidad de solucionar los problemas que muchas veces la vida nos trae. okkar getuleysi í að leysa þessi vandamál sem að koma til okkar í lífinu. ¿Sí se dan cuenta? Takið eftir því. Y lo interesante es que cuando el Señor le hace la pregunta a este hombre, O sea, ¿quieres ser sano? Það athyglisvert að þegar Jesús spyr mannin, vilt þú verða læknaður? ¿Qué contesta? Hverju svarar hann? Él lleva tantos años en su frustración, está tan ensimismado en ese oscuro túnel en el que ha vivido por tantos años, Hann svo upptekinn af því að vera þarna á þessum dimma stað og í þessu vandamáli. que no logra desconectar Hann la nær- oferta de Jesús Hann næri ekki að taka úr sambandi boð Jesú con su antigua expectativa de una solución. frá þessari lausn sem að hann heldur að sé fyrir hans líf. ¿Y qué le responde? Og hverju svarar hann? Pero no hay nadie que me eche al agua. Hann svarar, það enginn til þess að bera mig út í vatnið. Y yo me pongo a pensar, ¿será que muchas veces nosotros somos exactamente igual? Og við erum oft þannig, eins og hann. Estamos tan ensimismados en nuestro problema, Við erum svo upptekinn af vandamálinu, en nuestra frustración, að þessum þjáningum, que no podemos identificar la oferta, la pregunta que Jesús nos está haciendo. að ¿Quieres ser sano? við könnumst ekki við þetta boð sem að Jesús að koma með til okkar, viltu læknast? Y no sé, yo le pido a Dios que ojalá Ég beti Guðs að vonandi el Espíritu Santo nos ayude en esta mañana með heilagur andi hjálpa okkur hérna í dag a personalizar esta pregunta. að gera þessa spurningu persónlega. ¿Quieres ser sano? Vilt þú læknast? Tal vez Jesús te está diciendo, ¿te ayudo? Kannski Jesús að segja við þig, má ég hjálpa þér? ¿Qué necesitas? Hvað þarftu? Hvað þarftu á að halda? Personalicen esa pregunta. Takið þessa spurningu og gerið hana ykkar. Y si el Señor te está preguntando, ¿te ayudo? Og ef að drottin að segja, mér langar að hjálpa þér, Tal vez una antigua adicción, kannski einhvern gamlan ávana, mala costumbre, einhvern slæma hegðun, alguna vieja relación o malas amistades, slæmi félagskapur eða gömul ást, una relación rota que has estado deseando sanar por brostin meses, sambönd años, sem 38, no creo, pero sem ykkur hefur kannski langað að lagfæra, kannski eftir 38 ár.
y Él te está diciendo, ¿te ayudo? og Jesús segir, má ég hjálpa þér? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Hvert verður okkar svar? ¿Lo vas a dejar que te ayude o te vas a seguir aferrando a tus métodos para solucionar ese problema? Ætlar að leyfa honum að hjálpa þér, eða ætlar að nota þínar aðferðir til að leysa vandamálið? En Isaías Í Jesaja, leemos, þá lesum við, si quieres, si queréis, dice en Isaías, ef þú vilt, comerás del pan de la tierra. þá munt þú borða brauðið sem kemur af jörðinni. ¿Quieres Viltu það? ser sano? Viltu læknast? El Señor te está diciendo en esta mañana, Drottin að segja við þig hér í dag, ¿te ayudo? á ég að hjálpa þér? ¿Lo vas a dejar que te ayude? Muntu leyfa honum að hjálpa þér? Tenemos una vez más un milagro anónimo En annað skipti erum við hér með kraftaverk sem nafnlaust, en el cual podemos escribir nuestro nombre. þar sem við getum sett nafnið okkar inn fyrir. Pero vamos al último milagro para... Förum svo í síðasta Hay kraftaverk. algo bien interesante, Það mjög athyglisvert, pero bueno, vamos al último milagro y les comento. en dónde está eso? El último milagro es el de en Lucas, de la mujer con el flujo de sangre. En capítulo, Es el Lucas 8, já, Lúkas 8, það konan sem var með blóðlátin. y les voy a comentar que la palabra tocar, Og mér langar að segja ykkur að þetta orð að y snerta, se los digo desde ahorita para que conforme analizamos, vayan entendiendo un poquito mejor, tal vez hacerse una idea más justa. La palabra que se utiliza, que se traduce ahí como tocar, til þess að þið skilja hans betur þetta, þá þarna orðið að snerta, y no estoy diciendo que esté mal traducido, pero og ég ekki að segja að sé vitlaust þýtt. lo que literalmente quiere decir esa palabra es aferrarse. Það sem þetta svona bókstaflega þýðir, það þýðir að halda fast í, og þess að sleppa. Sí, eso es lo que dice. Y hace sentido, la traducción hace sentido porque pues apenas si la tocó, pero En orðið sem nota hérna eins og hún hafi bara rétt snertan. no, es a lo que voy. Podemos entender que lo tocó, pero ¿cómo tocas En hvernig snerti maður cómo tocas su playera de Marcos? Hvernig snerti maður með spólinn hans Markos? Jesús va en la multitud caminando, Hann að labba þarna Jesús í mannfjöldanum imagínense la escena, y la mujer, og konan, una vez más anónima, no sabemos quién es, aftur vitum við ekki hvað hún heitir. dice, si tan solo Hún hugsar, bara ef ég lo pudiera tocar. geti snertan. Y Jesús va caminando entre la multitud. Og Jesús fer gangandi mannfjöldan. ¿Ustedes qué creen que hizo esa mujer? Og hvað haldið þið að konan hafi gert? ¿Metió su mano e hizo así? Haldið að hún hafi bara gert svona við klæðin? ¿O metió su mano e hizo así? Eða rétt hún hendin og greip fast í klæðin? Porque ella agarró el manto de Jesús. Hún greip í klæði hans. Y la palabra que se utiliza, Og orðið sem notað, pues literalmente significa aferrarse. sem þýðir bókstaflega að hengja sig í eitthvað. Entonces, tenemos a esta mujer Þannig að við erum með þessa konu que dice, si tan solo lo puedo tocar. sem að segir bara ef ég gæti snertan. ¿Cuántos tienen una fe así? Hver ykkar eru með svona trú eins og hún? Porque leemos en el pasaje que eso es lo que la sanó. Og við lesum hérna að það var það sem að lækna hana, það var þessi Esa trú. fe, ese si tan solo, esa fe que ella tuvo. Hermanos, Dios tiene que recompensar una fe así. Já, hún hugsaði bara ef ég gæti snertan og Guð heiðrar slíka trú. Y cuando lo tocó, Og þegar hún snertan,
su vida cambió. þá breyttist líf hennar. Años buscando doctor. Hún ¿Se hafði verið að imaginan vivir leita. así? Hugsið ykkur að lifa við þetta sem hún þurfti að lifa við í 12 ár. Todos nosotros somos seres humanos aquí. Við erum öll menn hér inni. Todos tenemos esposas, madres y sabemos Við eigum mörg okkar, við eigum öll mæður. lo incómodos o difíciles que pueden ser esos días en la mujer. Já, hversu óþægilt það getur verið fyrir konuna að vera á blæðingum. ¿No es así? Er það ekki erfitt? Imagínense toda su vida, Hugsið ykkur bara alla daga, día tras día. dag eftir dag. Pero ella toca a Jesús, se aferra a Jesús Hún heldur fast í Jesús y su vida cambió. og líf hennar breyttist. ¿Lo quieren tocar? Viljið þið snerta Jesús? ¿Cuántos quisieran tocarlo? Hversu mörg ykkar myndu vilja snerta Jesús? ¿Cuántos quisieran Hversu mörg ykkar myndu vilja það? que su vida cambie? Hversu mörg ykkar myndu vilja að líf ykkar myndi breytast? Esta mujer Þessi, toca a Jesús, þessi kona snertir Jesús, se aferra a él con todas sus fuerzas hún heldur fast í hann á öllum kröftum y su vida cambió. og líf hennar breytist. Quizás Jesús te está diciendo Kannski Jesús að segja y te við está þig dando esa oportunidad de que lo toques. og að gefa þér tækifæri til að snerta hann. Te está ofreciendo esa ayuda. Hún að hjálpa, að bjóða fram þessa hjálp. Y tal vez nosotros le estamos contestando, pero no hay nadie que me aviente al agua como el paralítico de Bethesda. Kannski segjum við bara við hann, nei, það enginn annar til þess að hjálpa mér út í vatnið, eins og lamaðmaðurinn sagði. A esta mujer anónima, el Señor también la liberó. Og þessa konu sem nafnlaus, drottin frelsaði hana einnig. ¿De qué necesitamos que el Señor nos libere esta mañana? Hvað það sem að drottin þarf að hjálpa okkur með í dag? Porque durante la semana hice un par de llamadas Í vikunni þá hringdi ég í nokkra, de algunas personas que no había yo visto í nokkra sem ég hafði ekki por un séð par de semanas en la iglesia. í einhver tíma í kirkjunni. Y pues piensas, te preocupas o piensas en ellos. Y Maður fer að hugsa til þeirra og fer að hafa áhyggjur af þeim. no es que haya algo mágico aquí en la iglesia, Það ekki eins og það sé einhverjir töfrar hérna inni, pero cuando venimos a la iglesia en þegar við komum í kirkjuna, nos exponemos precisamente a esto, nos exponemos a la predicación de la palabra. þá erum við að koma hérna til þess að fá orð predikunarinnar til okkar. Y cuando nos exponemos Og þegar a við la predicación, gerum það, Jesucristo puede obrar þá getur en Jesús nuestros corazones. unnið í hjörtanum okkar. Y yo les puedo decir que Og mér langar að segja ykkur að yo estudio, me preparo, me comprometo Y a era- compartir con ustedes, ég rannsaka, ég undirbý mig og ég gef mig til þess að deila með ykkur orðum mínum. pero no hay, y Kite también, y Osi, y Kitty, Joel, Kitty, Ósi, Jóel og fleiri. pero no hay nada En það ekkert que nosotros podamos hacer. sem við getum gert. Y ese es el objetivo de la predicación, Þetta einmitt markmið predikunarinnar. que la gente se dé cuenta Að fólk taki eftir því que necesitan exponerse a Jesucristo að það þarf að setja sig í veg fyrir Krist. para que Él pueda trabajar en nuestras vidas. Svo hann geti unnið í lífum okkar. 2 semanas atrás a mí me quedó, tal vez a ustedes, no sé, Fyrir 2 Grabado. vikur síðan, grabado lo que Osi predicó, þá var ég að velta fyrir mig því sem að Ósi var að segja hér que debemos ser luz. Við eigum að vera ljós.
me quedó impactado, grabado lo que Joel compartió, de que Jesús trataba de no atraer la atención hacia él, sino hacia su Padre. Að það sem Jóel var að segja, við höfum ekki að hafa athyglinni á okkur heldur á föður okkar. ¿Y por qué tengo eso en mi mente y en mi corazón? Af hverju ég með þetta í huga mínum og af hverju ég með þetta í hjarta mínu? Porque me expuse a la predicación, Af því að ég kom hér til þess að hlýða á predikunina. porque puse atención y me expuse a la predicación. Ég einbeitti mér að því að hlusta. Y no es que ninguno de ellos Það er ekki eins og þeir haya dicho algo, hafi sagt eitthvað, sino que a través de yo exponerme a la predicación me expongo a Jesucristo. heldur það að ég kem og hlusta á predikunina og þá ég í rauninni að opna mig fyrir að Jesús vinni í mér. Y ese es el objetivo de la predicación, Og þetta tilgangur predikunarinnar, que lleguemos al punto en que entendemos að við komum að þeim tímapunkti að við skiljum que no hay nada que yo pueda decir o hacer, o Hacer. Linda, o Dovile, o sin nadie, það ekkert sem ég get sagt eða Linda eða hver annar, sino que tenemos que venir heldur þurfum við að koma y exponernos a Jesucristo. og vera opin hér fyrir Jesú Kristi. Para terminar, Og til að ljúka þessu, la mujer que merecía morir konan sem átti skilið að deyja y Jesús le dio la vida. og Jesús gaf lífið, El hombre que necesitaba ayuda, maðurinn sem þurfti á hjálp að halda liberación, y Frelsen. Jesús lo liberó. og Jesús frelsaði hann, Y la mujer que necesitaba sanar og konan sem þurfti lækningu y tocó a Jesús. og snerti Jesús. Hagan un ejercicio Ég ætla að biðja ykkur að gera eina æfingu y pongan su nombre. ¿Cuántos de ustedes quisieran poner su nombre en cada uno de estos milagros? Hversu mörg ykkur myndi ekki vilja setja nafnið ykkar við öll þessi kraftaverk Y pueda decir, merecía la muerte y Jesús me da la vida. og sagt við verðskulduðum dauðan en Jesús gefur mér lífið. Adrián, Dovile, Adrian, Rafa, Dóvili, Rafa, Iris, Íris, que puedan poner su nombre ahí y að decir, við getum sett nafnið okkar þar. yo merecía la muerte y Jesús me dio la vida. Ég átti skilið að deyja en Jesús gaf mér lífið. El segundo milagro, que puedan poner su nombre, Og það er líka hægt að setja nafnið sitt við annað kraftaverkið. 38, 1, 2, 10 años de frustración. 38 eða 1, 2, 3 ár í miklum vanda. Y Él te está preguntando hoy, ¿te ayudo? Og hann spyr okkur, get ég hjálpað þér? Y finalmente, Og að lokum, que puedan poner su nombre en el tercer milagro að þið getið sett nafn ykkar við þriðja kraftaverkið y decir, Enrique, og sagt, Enrique, si tú te aferras a mí, yo te Þú- voy a restituir. heldur fast í mig, þá mun ég endurreisa þig. Alcen su mano los que quieran hacer ese ejercicio Og þið sem viljið gera þessa æfingu skulu rétt upp y hönd. los que quieran, por favor, pónganse de pie, vamos a orar y vamos a terminar Og við skulum standa orando upp por esto. og við skulum biðja saman fyrir þessu. Señor y Padre Celestial, Faðir okkar á himnum, te doy muchísimas gracias por la oportunidad, por el milagro de la predicación. þakka þér fyrir tækifærið og fyrir kraftaverk predikunarinnar. Y Señor, en esta mañana estamos aquí, muchos de nosotros de pie, Við erum hér mörg okkar staðin upp y te queremos decir que queremos escribir nuestros nombres en estos 3 milagros que analizamos hoy. og við viljum skrifa nafn okkar við þessi 3 kraftaverk sem var verið að tala um. Señor, queremos tocarte, Drottinn, við viljum snerta þig, necesitamos tu ayuda, við þörnumst hjálpar þinnar, queremos ser sanos. við viljum læknast. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a Við biðjum Drottinn að þú hjálpir okkur að
a reconocer y aceptar nuestros pecados, nuestros errores, kannast við og játa syndir okkar og það sem við höfum gert rangt. porque Señor hay de toques a toques. Hay algunos toques que son suaves, hay algunos toques en los que son fuertes. Því að sum atvik eru minniháttar og önnur meiriháttar. Y Señor, no solo queremos tocarte, pero queremos que nos toques. Og við viljum ekki bara snerta þig, við viljum að þú snertir okkur. Y lejos de ponernos de pie y alzar nuestra mano esta mañana, Señor, queremos irnos diferentes de aquí esta mañana. Og ekki bara það að standa upp eða rétt upp höndina, þá viljum við fara héðan sem breyttir einstaklingar. Te pedimos, Señor, que cambies nuestras vidas Vilt þú breyta lífi okkar, Drottinn, y que nos acompañes siempre. og vilt þú alltaf vera með okkur. Te lo pedimos y te agradecemos todo Við þökkum þér og við byggjum þess en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. í nafni Jesú Krists. Amén. Amen. Ok, vamos para terminar, Við ætlum að ljúka a leer la að lesa benedicción final blessunar orðin. en el Salmo 121, del 7 al 8. Si se ponen de pie. Salmo ekki? Salmo 121, Já, Salmur 121, þetta blessunar orðin. Við skulum fara rísa fætur. 7 y 8. Vers 7 og 8. Y dice, el Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma, Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Amen. Que Dios los bendiga. Með Guð blessi ykkur. Uy, ya apachurréalo. Jæja, það einhver misskilningur hérna, við skulum hérna syngja saman hérna 207 fyrirgefðu, áður en við ljúkum hérna Guðþjónustuna. When
Þá ætlum við að ljúka hér í dag með því að hlusta á eftirspil með Guðrúnu og Hosei. Takk fyrir.